Mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Já, fyrir áhuga sem að þá endaði leikur Íslands og Úkraínu. Já, haldið fyrir eyrum sem vita að það ekki 1-1 en við erum komið línuna núna Kára Jónsson í beinni frá Ríó landsþjálfara. Komdu blessa og sæll, höfðingi? Já, sæll þetta. Hvernig hefur það? Við erum það fínt til það, við erum á kastvallar hérna í Ríó. Já, og það er fullu undirbúningi, mótið að hefjast núna í vikunni, eða ekki? Jú, það byrjar bara með setningu 7. Þannig að þetta er alltaf breyst á. Og hvernig er svona stemningin á íslenska hópnum? Það er mjög góð stemning í hópnum, allir í góðu standi og búin að æfa vel. Það gengur mjög vel. Já. Og hafið þið haft einhver aðstöð til æfinga núna? Þið eru kannski að æfa núna eða? Já, við erum akkurat bara að ljúka hérna kastaæfingu. Þetta er eiginlega síðasta kastaæfingi fyrir keppni sem við vorum að ljúka núna. Og er ekki formið... Þetta er Helgi Sveinsson er að klára það, sko. Já, og er ekki bara fínt form á honum, Helga? Jú, hann er í mjög góðu standi. Og vitið þið eitthvað til þess að séu harðir keppinautar hérna núna sem hann færi eða ekki? Já, nú tjálta allir sína besta, sko. Það er bara þannig. Nú koma allir út úr rólunum sem að eitthvað geta og reyna með sér. Já. Þannig að við erum vonað því að það verði hörku keppni. Og hann er líka að keppa, sko, þeir eru minna fallegir þeir sem eru í flokknum núna. Það er erfiðara. Já, nákvæmlega. En hvenær byrjar Helgi að kasta svo á Ríó? Það er náttúrulega fyrst eða ekki 8. setningarhátíðin á miðvikudaginn, ekki satt? Já, sko, það er strálsvítakeppni byrjar þetta 8. og við erum 9. klukkan kortið fyrir 6 á staðtíma. Þannig 9. sett. Já, þannig að þá verða landsmenn allir límdi við sjónvarpið. Já, þá verða allir að taka sér tíma. Þetta við erum sko, það er ekki að tíma munur. Já. Þannig að við erum á 12 tíma, allir komnir heim og sestur í sjónvarpið og tilbúinir, sko. Já, nákvæmlega. Þegar þetta gerist. Já. En þið eru allan að... Við veitum náttúrulega ekki hvað verður sýnt mikið beint frá honum, en það verður sýnt beint frá leikvangnum og það eru marga greinar í gangi en vonandi það að sjá hann. Já. Kasta og svo allavega í samantættinni. Nákvæmlega. En 8. hátíðin, hún hittir á það ekki á þjóðhöfðatíðardagi Brasilíumanna. Þannig að það verður öllu tjálta fram. Já. Já, það verður allt. Það dansi ekki samba fyrir okkur, ég veist það. Nákvæmlega. Við verðum náttúrulega Maracana leikonum og eins og var Olympileikonum. Og stelpunnar hefur byrjað að byrja sig þetta. Já, nákvæmlega. Og það er allan að þannig, keppnin hefst bara núna svo strax 8. Helgi, hann kastar spjótinu 9. og svona miðað við hvernig honum gengur að æfa sig, þá er hann þá að gera allu að velunarsæti jafnvel? Já, við erum hérna til þess að taka velun, sko. Það er lengt og ljóst, er það þannig og ef hann fæst vel upp, þá getur hann kastað alveg gríðarlega lágt. Þannig að við bara gerum okkur vonur að það verði góðmálmar. Já, nákvæmlega. Það er spurningum að ég trufliði ekki lengur við þetta, en keppendunir, þeir eru allir heilir og húfir og líst vel á aðstöður í Brasilíu, er það ekki? Jú, og sundmennir þeir eru búin að vera æfa vel, það eru 3 að keppa í sundi og svo er boxfengni maður, hann er alltaf að skjóta örfum og það gengur mjög vel hjá öllum, sko. Er hann ekki bara hissa að fá aðstöð til þess að æfa sig í bókfimi almennilega? Já. Nákvæmlega. En Kári Jónsson, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best þarna úti. Já, takk fyrir það. Við skilum bara kvæðið einn. Já, við segjum svo sannlega bestu þakkir. Blessaður. Já, bless. Já, nú að vera þarna í Ríó í Brasilíu, sambandið svo sem ekkert sérstakt þarna, en við heyrðum allan að þeir eru á fullu æfingum
og já, Helgi Sveinsson að undirbúa sig, Evrópumeistarinn sjálfur að undirbúa sig fyrir Ólympíuleikana og það bara stemt á palli, það nú bara þannig og já, hátíðin hefst eins og við komum inn á bara núna á miðvikudaginn þar sem að 8. hátíð Paralympics mun fara fram og hátíðin náttúrulega á hinum heimsfræga Maracana leikvangi á sjálfum þjóðarhátíðadegi Brasilíumanna og Jón Margeir Sverrisson sem var hérna í sporthættinum síðasta mánudag, hann verður fánaberi okkar og hann náttúrulega að keppa sínum öðrum Paralympics á ferlinum en hann var einnig meðal keppanda í London 2012 þar sem hann keppir í flokki þroskahamlara en keppnisgreina hans á Paralympics 200 metra skriðsund, 100 metra bringusund og 200 metra fjórsund og það búist við heldur betur harðri keppni í 200 metra skriðsundi í flokki Jón Margeis þar sem okkar maður hefur þegar gefið út að hann ætla sér stóra hluti á mótinu þarna ytra en ef við léttum við dagskrána þá það þannig að að 9. september þá hann Helgi Sveinsson í spjóti og þetta að íslenskun tíma hérna klukkan 5:45 hefur hann keppni til 5:07 og ég held að ábyggilega þetta sé á íslenskum tíma annars hægt að sjá það inn á rú.is þannig að hann hefur keppni þá og það verður heldur betur bara beint í úrslitin vonandi Helgi Sveinsson að gera góða hluti Evrópumeistarinn sjálfur en svo 10. september eða sem sagt réttara sagt núna á laugardaginn þá hefst 50 metra skriðsund kvenna undarásið þar sem Telma Björg mun hefja keppni og einnig klukkan 3 þann daginn mun forkeppni í bófimi fara fram þar sem Þorsteinn Halldórsson keppandi og svo náttúrulega úrslitin í skriðsundi kvenna seinna daginn eða kvöldið og svo 11. september á sunnudaginn þá undarásir í 100 metra bringu þar sem Telma Björg keppir og undarásir í 200 metra skriðsundi þar sem Jón Margeir mun keppa. Það held ég nú en nú það bili meirum þetta inn á ifsport.is og að sjálfsögðu verður þetta eitthvað sýnt frá RÚV og ég held að MBL sé einnig með fréttaritara þarna úti. En við ætlum að halda okkur áfram inn í íþróttu, einstaklingsíþróttum og næst frjálsar íþróttir og línunni hér innan skams hann Þráinn Hafsteinsson nokkur sem búin að vera að þjálfa hjá Íringum síðustu 22 árin, búin að vera þar stjórnandi yfir þjálfari og hann verður hér á línunni innan skams, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.